gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. En við höfum byrjað alveg frá því að Bjarni sprengdi ríkisstjórnina. Þá höfum við byrjað alla þætti Rauðabálsins hér í beinni útsendingu við að ræða við fólk, köllum hingað til fólk til þess að ræða svona stöðunni í pólitíkinni og komandi kosningar. Og það er þannig í kvöld líka. Og hingað kominn Gísli Tryggvason, lögmaður, sem að fá sér sopa teinu. Já. Og Sunna Sæmundsdóttir, sem fréttakona á Stöð 2. Atli Þór Fandal, sem einu sinni var blaðamaður, hún langt síðan það var, ýmsum svona kynningamálum, og það var rétt ókomin Kristín Eiríksdóttir skáld sem ætlar að taka þátt í þessum samtali með okkur. Ég var einu sinni blaðamaður líka. Já, þú varst blaðamaður líka. Þannig þetta allt saman blaðamenn. Já. Það þannig. Það var nú hluti af svona þroskaleið fólks í Kanada að vera vinnuvinna sem blaðamenn í smá stund allavega. Já. Og þá var það valdita enginn sem ævistarf. Þetta voru bara nokkrir sem ílengdust á einhverjum ástæðum. Náðu ekki að fara út úr þessu. Þeir eruðu blaðamannastéttin. Það sagt, sko. Menningablaði Heimildina núna var leiðarinn það hvort þetta ætti að vera þegnskylda að vinna á ritstjórn í smá tíma. Nú, hver var það Auður Jónsdóttir að stinga på því? Það var einhvern veginn henni líkt. Herðu, þetta sumir segja þessi stutt kosningabaráttu, en það sem mér finnst eiginlega merkilegt við hana annars það hvað fylgið rókjant. Mér finnst það merkilegt. Ég hef ekki séð svona áður. En svo finnst mér líka bara allt fullt af skandalum í þessari kosningabaráttu. Það ekki? Jón Gunnarsson, búvörulögin. Já, það hefur ekki vantað. Nei. Og við vorum nú á Vísi að greina frá enninu mögulega skandalnum núna rétt í þessu. Sigmundur Davíð. Ekki eru skandalar kringum hann. Allt þessu vant. En hann það var einhver fundur í verkmenntaskólanum á Akureyri og þar sitja fulltrúa flokkana fyrir svörum og meðal annars fulltrúa miðflokknum og fær eitthvað spurning klausturmálið og svara því að mér skils bara ágætlega en eftir það þá mætir Sigmundur í hús og ég veit ekki alveg hvað hann gekk til en virðist allavega eitthvað ósáttur og fyrir að króta á veggspjöld í VFMA og húfur og exar yfir flokk fólksins og gerir einhverja horn á framsóknarmenn og ákveðin veggspjöld sem var frá flokkonum. Já, á framsóknarveggspjöld. Með svona skemmdaverk. Krótar á Þórarin Inga og Ingiborg Ísaksen. Teknar skegg á fólkið. Já, skegg. Ég gerði það þegar ég var svona 5 ára að var á mokkan og teknar skegg á alla. Gerði það ekki? Jú, ég sé það nú bara kert ekki á. 5 ára ég hef svona skilning á Sigmundi. Já, en 5 ára ég var náttúrulega ekki í framboði. Þetta áhugavert í það minnsta. Hvað segir þið? Þetta ekki þú nú sérfræðingur, varst sérfræðingur í spillingu? Í skandölum. Framkvæmdastjóri Transparency International á Íslandi. Ég þetta sammálaði. Þetta svona, það er nóga skandölum. Kannski það hluti af hraðanum. Mér til dæmis fundið svolítið merkilegt hvað kosningabaráttan gengur svona klaufalega mjög víða. Samfylkingin búin að einhvern veginn fara í gegnum svona furðuleg og klaufaleg mál og ég var nú bara rétt að ná að lesa þetta með hann Sigmundur Davíð. Það mjög klaufalegt og asnalegt en kannski þetta bara hraðinn. Þú veist að flokkar á Íslandi eru svolítið tómir. Þú veist, flest þeirra hafa ekki mjög sterka innviði og svo kemur þessi ofboðslega hraði og það bara að setja saman lista og keyra gegn stefnumálin og svona að menn hafa kannski þurft að hlaupa og á meðan þeir eru byrjar að hlaupa svolítið ákveða hvert alltaf að fara. Það sem skrítið að þetta tala hraðan að í kvöld að þá var Sjálfstæðisflokkurinn að kynna kosningastefnu sína sem líklega sá flokkur sem ætti að hafa stærstu maskínuna og að valdi sjálfur tímann. Við sósíalistar töldum okkur vera svona með seinni skipunum, við vorum að kynna þetta í gær og það var verið að skamma VG fyrir að hafa kynnt þetta helgina en Sjálfstæðisflokkurinn bara náðu þessu núna rétt áðan í Garðabæ. Og það eru 10 dagar til kosninga.
Þetta bendir til þess að vélarnar sé ekki eins vel smurðar og maður vanur til þess frá í Danmörku en þar þykja 21-2 dagar bara fínt og normalt. Ég vil þó að þar gangi menn enn lengra en hér í að forsætisráðherra velji bara tíma sem að forsætisráðherra hendar eins og Bjarni gerði kannski að vissu leyti núna. Já, en það var samt einhverjar, sko, hvað var þetta, 6 vikur eða sem voru gefnar í þetta? En svo er þetta kannski líka taktika einhver leiti, nú er Samfylkingin til dæmis löngu búin að birta sitt plan og allir búin að vera að hjóla í það síðustu vikur. Samt ekki, því ég held þetta sé bara kannski mestalagi rúmlega helmingurinn af plönunum sem við ætluðu að fara. Þetta er eitthvað orkumál, þetta er eitthvað efnaðsmál og eitthvað húsnæðismál og eitthvað heilbrigðismál. En vantar ekki eitthvað svona Það er ætlað? Það er náttúrulega kannski menntamál og það er nú svona umhverfismál, það er vottur á svona nýsköpunarstefnu þarna í atvinnumálunum en jú. En er ekki þetta með Sjálfstæðisflokkinn bara, sko það sést náttúrulega langar leiðir að það er ekki góð stemming í Sjálfstæðisflokknum, það er leiðilegt. Það er eiginlega aldrei neina fréttir að vinnur að starfi þarna nema bara hvað sé eitthvað leiðilegt og eitthvað séu fúlir. Hver er að hafa þær fréttir verið? Það var náttúrulega einhver ergjelsi með val á lista og síðan það þeirri klofna kosningabaráttu í Reykjavík? Já, ég kannski meira að tala áður en að kosningabaráttu byrjaði þá var svo augljóst að það, þú veist að menn voru ekkert rosalega svona hressir með fundina og stuðið upp í Valhöll. Það hefur orðið eitthvað svona atgerðisflótti mjög svona áberandi, gengur örugglega ekki mjög vel að fá nýtt fólk inn. En nú hellinga Sjálfstæðisfólki í framboði fyrir aðra flokka. Já, ég meina kannski það styrkur flokksins, ég veit ekki, en svona almennt held ég að telja til veikleika. Mér þetta fyndi í einhverju spjalli við Bjarna. Þá var hann spurður út í þetta, Viðreisn og Miðflokkurinn með hellinga Sjálfstæðisfólki sem á lista. Og þá sagði hann eitthvað að þetta nú fólk sem hefur ekki fengið framgang hjá okkur. Og ég hugsaði, er þá ekki eitthvað gallað við það hvernig valið á listan því að sko Miðflokkurinn og Viðreisn voru þá, þegar þetta var sagt samanlagt með 30%, en Sjálfstæðisflokkurinn bara með 13%. Þannig að þeir hættu kannski frekar að taka þá á lista sem að þeir vilja ekki hafa. Það skilja meiri árangri. Annars ekki mikið lendun í listum hjá Sjálfstæðisflokknum. Ég meina, þetta eru náttúrulega svona upp til hópa kannski svolítið atvinnupólitíkusar sem að láta ekki eftir sín sæti. Við vorum með endun í norðvestri og norðaustri. Þá komu 9 oddvitar. Já, en einmitt að því maður sá svona þvert yfir línuna að fólk var að draga inn, það er náttúrulega Jens Garðar einmitt hjá Sjálfstæðisflokknum sem kannski svona þekktasta nýja andlitið, þurfum Jón Pétur Símonsen einhvers staðar þarna neðar. Hann er í 3. sæti, ég held að sko flokkurinn þarf að ná, ég held að bara 24% til þess að hann eigi séns á að vera þingmaður. Sko. Já, einmitt, en þetta var ekki alveg sama, maður var ekki að sjá svona sömu þróuna hjá þeim að vera að fá eitthvað svona nýtt og ferskt og eins og maður sá hjá Viðreisn bara með Jón Gnarr og Grímur Grímsson og náttúrulega Alma og Víðir og eitthvað svona sem að bjóð til hæp eitthvað í kringum flokkana sko. Og svona minnum það hjá sjálfum. Hvernig finnst ykkur að hafa gengið? Það er kannski ekkert gaman að tala um fólk. Hvernig finnst ykkur gengið hjá til dæmis Ölmu og Víði og svo var náttúrulega hún Halla Hrund, er svona svipuð tegund. Ekki sérstaklega, ég held að það er nefnilega svo flókið að skipta gír og vera pólitíkus, það er rosalega flókið skipting. Þetta er hægt og mjög frambærlegt embættisfólk allt saman, en ég er ekkert viss að þau blómstri með sama hætti í svona hlutverki stjórnmálafólks, sko. Ég held að taki tíma að ná bara taktinum. Ég hugsaði því að Hafdís Hrund kom því að hún var eiginlega fulltrúi framsóknar svona í upphafi kosningabaráttunnar og því ég hafði tekið viðtalið þessu forsetaframbjóðanda. Svo kom hann og var bara meðal stjórnmálafólks Þá sá maður alveg bara hvernig maður spurði. Það var svona þetta er allt annar spyrill sem hafði áður verið. Þannig að þetta er flókið að svissa allt í einu yfir, sko. Allt í einu ertu spurður eins og þú sért ekki alveg velkomin einhvern veginn. Það er þannig. Já, ég myndi það mjög... svara fyrir hvað Framsóknarflokkurinn gerði síðan 7 ár. Já, maður sá líka alveg fyrst þú talaði kannski ekki alveg á línu, mætti Silfrið og var kannski ekki alveg á línu Framsóknar í húsnæðismálum og eitthvað svona eins og var ekki alveg búið að hafa tíma til að taka stefnuna með henni, sko, flokksförin. Því hún var sett svo framalega, sko, hún var eiginlega látin svara fyrir Framsóknarflokkin svona fyrstu 10 dagana og hún náttúrulega bara þekkti það ekki, sko. Já, farið minna fyrir henni núna. Já, kannski að því hún er náttúrulega út í kjördæminu, þetta er stórt kjördæmi.
kannski líka svolítið einkenni þessar kosningabaráttu sko að því hún gerist með þeim hætti sem það búið til kosninga með þessum hætti þá eru þessi ofboðslegu svona mannaskipti eins og væri bara svona kaup á leikmönnum og svo einmitt kannski svona slengist fólk jafnvel bara efst í oddvitasætin og hefur þá þetta bara ekki fengið sko þetta uppeldi innan flokkana og ég meina það var svona dæmi á miðflokknum líka sem að Sigríður Andersen svaraði eitthvað spurningalista í andstöðu við stefnuflokksins. Ég held að það búið að vera svolítið mikið af þessu sko. Já, hún kemur náttúrulega úr nýfrjálshyggju armi Sjálfstæðisflokksins og ég held þetta hafi verið spurningum innflutning á matvælum. Áttaði sig ekki á því að sko miðflokkurinn hefur tekið yfir víða svona bænda og landsbyggðararm Framsóknarflokksins sem hefur mjög komið óvart þegar ég út í þessum landsbyggðarkjördæmum að þar talar fólk að það hefur alla séð Framsóknarmann en miðflokkurinn að ef það sko, hvað heitir þetta, fjárskila fundur í einhverjum hreppi að þá bara Sigmundur Davíð mættur ekki kannski til að króta og skjöld bara til að drekka kaffi Kristín Eiríks komin hingað, þetta velkomin. Við erum nú bara að tala svona kosningabaráttuna. Svona, nú erum svolítið að tala þetta fólk sem að koma og embættisfólki sem að koma inn á pólitíska sviðið, hvort það sé flókið að skipta gír. Já. En það eru skandalar sem hafa verið í þessari kosningabaráttu. Það er eitt skandal sem náttúrulega það Alþingi hafi samið lög sem stangast á við stjórnarskrá en náttúrulega huge eins og myndir segja. Já, ég var nú einmitt stattur með syni mínum á hvað er þetta kynningafundi hjá Viðreisn þar sem hann var að kynna sér bara stefnumál flokkana og þá heyrði ég einhvern í herberginu bara kalla að það væri komið frétt þetta og það kom ekki óvart sko og ég hef einmitt giskað á hver röksemdafærslan væri og það er sem byggt á 2 fordæmum frá 1950 og 1997 þar sem að lög höfðu ekki orðið til á stjórnskipulegan hátt eins og það er orðað prentvilla leiði til þess að lög er ekki samþykkt með 3 umræðum þannig er vísu ekki að ræða prentvillu heldur bara gjörbreytingu á frumvarpi sem var nú kannski allt í lagi eða allavega skynsamlegra eins og það var unnið í matvælaráðuneytinu svo tekur þingnefndin upp á því eins og hún hefur stundum gert í stórum málum að bara gjörbreyta því og komi nýtt mál þetta gerist líka í mikilvægu máli sem að fjallar hópmálsókn. Það var frægt í þessu tilfelli að sko breytingin var samin af lögfræðingi. Já, fyrir utan þann skandal að leyfa það eins og hefur gerst í gegnum söguna að þá er þetta svakaleg mistök og lögfræðingar Alþingis eiga að hafa vara við því að þetta verður ekki skynsamlegt en ekki sagt þetta stæðist ekki stjórnarskrána en samt blasir þetta við þegar maður lesir þessi fordæmi að þetta er allavega nærtæk niðurstaða. Hvað fannst þér álit lögfræðingan í þinginu? Sem að segja leifaði meila að fara með það sem ég heyrði vitna til, ég sá nú ekki frumtekstan sko, að það fannst mér ekki traustvekjandi en það sem ég hef pínleitlar áhyggjur af er að nú er varnaraðildi í þessu máli háttað þannig að samkeppniseftirlitið sem er augljóslega hlynnt niðurstöðu dómsins og var andvígt þessum fáránlegu lögum að það er að verjast og þetta er svona dálítið óheppilegt dæmi það sem gerist ekki oft að sá sem er að verjast, hann er ekkert að verjast af alvöru og nú þarf samkeppniseftirlitið sennilega að ákveða hvort að áfrýja dóminum og hvort að fer beint til Hæstaréttar eða til Landsréttar og mér finnst eiginlega ómögulegt annað en að þessu verði áfrýjað til þess að fá fordæmi en líka bara til þess að forðast ásakanum það að samkeppniseftirlitið hafi ekki tekið til fullra varna í málinu. Heldur að það hafi raunverulega skipt máli í þessu máli að vörnin hafi ekki verið Nei, ég held nú reyndar ekki. Ég held að þegar lögmenn fá það verkefni að verjast að þá sko vita lögmenn allavega að þeir verjast af krafti. Ég vil þó séu ekki samfærður málstæðin sem oft kemur fyrir. En bara sá grunur að samkeppniseftirlitið hafi eiginlega verið með í þessu og ákveði að vilja áfrýja ekki, þann er óbærilegur. Þannig að ég trúi því að sá ráðherra sem samkeppniseftirlitið heyrir undir bara krefist þess að þessu verið áfrýjað. Þó ekki væri nema fordæmisins vegna og þá dregst niðurstaðan enn.
Þetta var í vor og hann Haukur Arþórsson hafði gefið út bók sem að heitir eitthvað eigin lög, eitthvað eitt orðið bótt. Mín eigin lög. Mín eigin lög. Og það sem hann að gagnrýna ýmislegt í Alþingi og meðal annars þetta, að þegar verður mikil breyting á milli umræðuna, að þá fari mál í gegn án þess að fá raunverulega 3 umræður. Og ég var bara að ræða við þetta og við vorum svona velta fyrir hvernig þetta getur gerst. Þetta var sama daginn og það var verið að samþykkja lögin með þessum hættinir á þingi. Þannig þegar ég kom heim og var búin að hlusta á svona fréttirnar, þá ringdi ég Hauk og býtuði þetta var bara, þú sagðir þetta fyrir, bara fyrir daginn. Því við vissum ekki að þessu sko, að því þetta rann í gegnum þingið á okkur. Þannig það er ekki bara að það var búið að vara fólk við þinginu að efnisatriði málsins, að þetta myndi leiða til verðhækkunar sem það gerði og þetta myndi leiða til þess að KS færi bara að kaupa upp fyrirtæki sem það gerði og fólk myndi missa vinnuna sem það gerði. Þetta var líka búið að vara þau við því að þessi aðferði að setja lög að hún myndi ekki standast. Og svo er svo margt í þessu, það er bæði þetta sem þú nefnir að lögfræðingur hagsmunasamtaka semur textan, formaður atvinnuveganefndar er allavega í aðra við að vera vanhæfur ef að slíka reglur myndu gilda aftur hluti í þessu félagi sem að KS vildi eignast. Ef að slíka reglur gildu þingmenn þá væri hann vanhæfur sko, en það gildar þetta ekki beint þingmenn en þetta lítur allt mjög óhefnilega út og er eiginlega bara kórónan á 7 ára svona svolítið skandala vesinni. Ég meina landsréttamálið til dæmis er stór skandal sem að mér finnst ekki hafa verið gerður alveg upp. Bara eitt dæmi sko. Það sem að Sigríður Andersen fór gegn tillögum hverjir ættu að vera dómarar og skipaði fólk eftir eigin höfði, meðal annars eiginkonu Brynjars Níelssonar, svo maður bara bendi á að það eru sko pólitísk tengsl í því og síðan var það dæmt ólöglegar, það ekki? Jú. Stöðu veitingar eða hvað það kallast. Það var náttúrulega stórt hneyksli. Við erum líka með Íslandsbankasöluna sem enda með því að Bjarni þarf að segja af sér eftir að það fengið sko úrskurð. Þannig að þetta er búið að vera svona skandalastjórn. Það er eitt sem að ég var aðeins að velta fyrir mig í dag sko varandi þetta með lögfræðinga þingsins og þetta er þá vantarlega lagarskrifstofa þingsins sem að hefur verið að fara yfir þetta eða hvað var það ekki? Þetta minnisblað frá þeim að hugsanlega er þetta nú hluti líka sko af stærra vandamáli. Það er oft ekki mjög mikil þolinmæði fyrir sko gagnrýni eða svona faglegri gagnrýni. Ég meina við finnum það að akademían á oft undirhögg að sækja og lögfræðingar að vissulega þetta panta lagálit hjá lögfræðingum en margir að reyna nú samt að vinna vel og svona og þetta hefur auðvitað svona meiri áhrif á löggjáðan sko því hann hefur ekki þessu ofsalegu rísosa til greiningagetu, hann er með lagaskrifstofu og meðan framkvæmdarvaldi getur alveg bara keypt heilu greiningarnar, þannig að ég velti fyrir mér hvort að þetta sé kannski hluti bara af stærra vandamáli að kannski bara vellauni umhverfið ekki það að menn sé að reyna að verja hagsmuni þingsins með því að benda á hið augljósa. Af því að það er svo oft í svona málum sem að mér finnst sko fólk bara, almenningur vera búin að sjá mjög hratt svona grófu línurnar í þessu en sko kerfið eða lög þá stjórnsýsla þingsins eða stjórnsýsla ráðuneytanna og svo þögn kannski akademíunum því að það er náttúrulega komið fram að það sé svona ákveðin hræðsla við að taka þátt í opinberri umræðu að mér finnst þetta líka vera hluta því þarna kemur sko hvað það er dýrt fyrir okkur að það sé ekki í raun og raun meira virði bara lagt í það menn sko sinni faglegu skyldu og segi bara að sjálfsögðu þú veist er þetta ekki checks and balances eins og í Bandaríkjunum hefur nú yfirleitt virkað vel í kernum 250 ár. Þetta er rauði þráðurinn í því sem að stjórnlagaráð, það sem ég satt, var að reyna að koma á. Það var checks and balances. Þannig að væri ekki bara 1 flokksforingi eða 2 flokksforingi sem gætu ákveðið eins og innrás í, eða hvað er það, stuðning við innrás í Írak. Þetta vantar í íslenskt bæði stjórnkerfi, stjórnarskrá og stjórnmálahefð. Já, hvað segir þið, Kristín og
Sunna, búvörulög, það bara lokasteyrun á fólki? Það stundu þannig. Búvörulög, já. Þetta er ekki áhugavert orð í sjálfu sér. En þetta máli náttúrulega, þetta mjög juicy mál og stala bara neytendur. Þetta bara neitt máli svona sem að hvers eigum við að gelda, sko. Sérhagsmunum teknir fram yfir almannahag. Ég vil kannski vera eitthvað fullur sem minnst það, en ég meina þetta lítur ekki vel út og endanum það neytendur sem að borga fyrir þetta. Og bændur, núna. Bændur. Þannig að það er bara framleiðanda milliliðurinn sem að græðir á þessari óhæfu. Veikur vald þeirra og máttu við valla við því að bændur eru náttúrulega meira og minna undir hælnum á þeim. Já, einmitt, þegar maður telur þetta allt til að þá svona undrar maður sér svolítið á þessu fylgi sem að þó mælist hjá þessum stjórnarflokkum, finnst manni. Svona, já. Það nú ekki mikið. Nei, það er þó eitthvað, sko. Þeir eru samanlagt 25, þeir fengur 54, þeir eru búin að missa 30% stikk frá sér, sem held ég Íslandsmet, ef það yrði. Og gott ef ekki bara Evrópumett. Kannski eru kjósendur einmitt loksins að refsa stjórnarflokkunum og ég held að það sé meðalans að því að nú hafa hægri menn loksins einhvern valkost. Í fyrsta skipti í mínu minni allavega hafa hægri menn 2, 3, 4 flokka að velja. Þeir þurfi ekki alltaf að kjósa sjálfstæðisflokkin eins og í áratugi. Já, ég held að ég man að þegar Bjarni var að sprengja ríkisstjórnina og svona, það voru kosningar, að þá við erum eins og við vitið, við erum alltaf ræðið við fólk og þá var svona, VG, þeim munu bara rétt úr kútnum og Framsóknarflokkurum rétt úr kútnum og Sjálfstæðisflokkurum rétt úr kútnum og ég man að ég var með eitthvað fyndið í einum umræðunum hvað haldið að séu 130% atkvæða í boði eða eitthvað, því að það voru allir rétt úr kútnum einhvern veginn. Og þá fannst mér að vera svona ríkjandi svona hugmynd að kannski að kjósendur myndi rata á sinn bás eða ég veit ekki hvernig fólk sér þetta. En það hefur bara ákvarðat ekki gerst, sko. Framsóknarflokkurinn liggur þarna bara, VG bara liggur þarna og Sjálfstæðisflokkurinn bara liggur ekki þarna. Þetta reyna bara að minnka á milli vikna. Já, það er eitthvað breytilegt á milli kannana fyrirtæki þar sem með Sjálfstæðisflokkin, maður hefur séð á eitthvað í 13-17% eitthvað núna bara síðustu vikuna. Gallup með á hæðst, sko, en Gallup alltaf með aftur á baki tíman og þessi könnu sem komum mánaðamótin, hún var svolítið villandi, sko. Já, það er eitthvað 2 vikna, einmitt. En ég veit það ekki, mér finnst það einhvern veginn ólíklegt að Sjálfstæðisflokkun endi með eitthvað 13%. Maður myndi svona ætla að séu margir sjálfstæðismenn sem hafa leitað til miðflokksins eða Viðreisnar vegna óánægju með hitt og þetta í málamiðlunum við VG að þeir uppi staðið munir standa með sínu flokki, þannig að það kemur verulega óvart ef þetta verður niðurstaðan en aftur á móti sko einmitt, þetta er náttúrulega mjög spennandi að því ég hugsa og það sem mér finnst líklegt að gerist mögulega að stóru flokkanir eins og Samfylkingin og Viðreisn sem að sér svona kannski einhver er í meðbyr eða Viðreisn í meðbyr, Samfylkingin eða ekki, hún að missa flugið. Nei, nú bara 10 dagar í kosningar og ég veit ekki og þeir sem eru kannski ekki gallharðir VG, menn, píratar, sósíalistar að þeir muni kannski frekar fara á Samfylkinguna til dæmis til þess að það sé eitthvað valkosti við hægri stjórnina sem að geta annað stemt í fara í taktíska kosningu, sko. Samfylkingin getur nú bara mynda hægri stjórn eins og gerði 2007 og 1991 og 1959 og 1963 og 1967 og 1987. Já, en ég veit ekki bara þegar maður sér 3 flokka þarna sem að berjast við að ná inn á þing ég veit ekki, ég held að sé kannski alveg einhverju sem muni veigra sig við að greiði þeim atkvæði. Já, en þá fara þeir ekki verið á Samfylkinguna. Þeir sem eru að hugsa þessa 3 flokka sem þú nefndir, þeir fara á þann sem er líklegast og það held ég að verið sósíalistar. Ég held að VG sem ekki beint hluti af elitunni þar,
VG kjósendur fari yfir á sósíalista og jafnvel þeir sem hefðu kosið Pírata muni fari yfir á sósíalista ef að Píratar eru tæpir. Það getur orðið svona, ef það hvað heitir þetta, kjósa taktíst á milli þessar flokka og þá skiptir máli líklega hverjir af þessum þremur flokkum verða efstir í mælingu, Gallup og Maskínu núna í vikulok. Já, þetta eru kjósendum í svo fersku minni að því við erum nýbúin að fara gegnum forsetakosningar þar sem þetta, maður sá þessa mynd teiknast upp, sko. Þannig að, já, það kemur ekki óvart ef staðan breytir svolítið þarna einmitt. En Óli Harðar, hann andmælur sér alltaf, segir að það hefur aldrei verið kosið taktíst í þingkosningum, segir hann, og búin að vera að skoða úrslit þingkosninga svolítið. Hann segir að fólk standi bara með sinni skoðun. Ég veit það ekki. Munið þið hvernig það var, til dæmis Björt framtíð, hvernig hún var þegar hún kom inn í kosningabaráttunni. Ég held hún hafi bara verið með 1,3% og enda bara þar einhvers staðar. Það var ekkert svona, VG er búin að vera fyrir utan þing síðan í vor, sko. Já, viðvarandi ástand hjá þeim sem að lítur að vera mjög mikið áhyggjuefni. Hvað voru sósíalistar langt frá markinu síðast? 4,1. Bara örfá prósentstig. En það, og ég með Píratana að það er rókgjörnasti kjósendahópurinn. Ég sagði við eitthvað Pírata sem ég hitti fyrir í gær eða fyrir þetta. Sagði við hann að ég myndi halda sko Píratana til þess að mæla sko með 7% til þess að ná inn á þing sko. Af því að þeir eru svona flokkur sem alltaf missir sko. Já. Það er alltaf vestu vonbrigðin er alltaf kosningavaka Pírata sko. Sko það gæti samt verið, ég myndir að velta þessu fyrir mig sko að því að skekkjumörkinu alltaf svona kringu 3%. Gæti samt verið að það hafi áhrif að kjósendahópur Pírata er búin að eldast svo mikið. Þannig að það sé ekki sama skekkja og hafi verið áður. Það verður spennandi, við sjáum nýjar kannanir á morgun. Eru þið ekki með kannanir á morgun? Jú, Maskínu kemur á morgun. Já. Síðast kom það í hádeginu, þannig getur bara verið í hádeginu. Kannski bara verið að reikna út könnun, þannig að allt sem við segjum hér er ómar. Akkurat. Nefn að þú sett búin að kíkja. Ég er ekki með, fæ þetta á morgun. Maður býður bara spenntir. Það verður spennandi að sjá og svo kemur líklega Gallup á föstudaginn. Já, Gallup prósent á föstudaginn. Prósent alltaf klukkan 2 í þætti Stefáns Einars. Prósent er það fyrir Moggan og Maskínu fyrir Vísi? Ekkert fyrir okkur en við erum í samstarfi við Maskínu og Moggin er í samstarfi við Prósent og Rúfi Gallup. Fyrstu birtingu. Já, þegar að sko, fyrirtækin eru búin að selja flokkonum sem að er að fara á taugum og kaupa þetta villi vekk, að þá birta þetta svo í fjölmiðlunum. Minnst þetta Gallup hafa byrt mjög lítið, það gengur mjög vel að selja. Þurfi ekki að byrta. En hérna, þetta með hvort að almenningur refsi hérna flokkonum, þá er það, við viljum þurfa að horfa á það, að það er hérna, þetta er meira í könnunum núna, bara mun meira heldur en var sko 2013, þar sem að Samfylkingin og VG mistu held í 18 þingmenn. Við höfum séð kannanir þar sem að samanlagt tap þessara flokka eru 24 eða 25 þingmenn. Framsóknarflokkur með 3, kannski 4 þingmenn menn á þingi. Ert þú ekki með Framsóknarættum? Jú, ég er að Framsóknarættum og var Framsóknarmaður í 15 ár. Þetta er eitthvað allt annað heldur en að... Já, hann toppaði svo sem alltaf á réttum tíma, sögðu menn sko. En þannig ég vona nú að Framsókn haldist inni, svo ég minn að segja það. Þegar ég kjósið það ekki. Það er spennandi að segja hvort Sigurður Ingi haldist inni nú þegar hann að taka eftir oddvitasætið. Já, það verið missir á honum til dæmis. Það er mjög spennandi. Suðurkjördæmi er sterkt kjördæmi á þeim, þannig að það er kannski nóg að Framsókn fari upp í svona 9% á landsvísu til þess að hann ná inn. En ég held að þurfa að fara vel yfir 11% til þess að Lilja og Ásmundur Einar haldist inni. Þannig að þau eru mjög langt frá því í dag. Af því að þeir eru með svo hlutastlega minna þingi, ég held að mælið sem er 2% fylgi í Reykjavík. Ég reyndar held sko að VG myndi ná sér einhvern veginn svona varnarsigur og hafði eiginlega meiri á að gera Framsókn. Og nú svona undanfæri hefur maður séð það hvað það var alveg fáránlega heimskuleg sín á þetta. Því að Framsókn eru sko, þetta er þetta engin draumastaði á þeim sko en ég held að það sem að þeir búi við er hvernig sko Sjálfstæðisflokkurinn og VG voru svo miklu gerendur í að sprengja þessa ríkisstjórn og ég veit að vildi allir losna við þessa ríkisstjórn en ég held samt sko að stjórnarflokkarnir hafi einhvern veginn aldrei sýnt í nægilega skilning að fólk vildi bara losna út úr þessu kaosi
þú veist, og ég held að grunnur Framsóknar núna, sem er vissulega ekki góður, en betri en til dæmis VG, byggir svolítið á því að bara í 2 daga þá virkuðu þau bara svona eins og eina fullorðna fólki í herberginu, þú veist, og Hverjir? Framsókn af þessum 3 flokkum, sko. Svo sem ekki hár mælkvarði, en það hefur komið mér á óvart. Efst í Tossabekk, eins og sagt. Já, en það hefur komið mér á óvart, sko, hvað bara VG nær engu, en svona kannski, þú veist, meikar það alveg sens, því að ég meina, þetta er bara ekki alveg trúverðugt þetta að þau ætla að vera einhvern veginn mest vinstri sinnuð bara í heimi nú þegar þau eru að, þú veist, að þurrkast út. Þetta bara... Kosningabaráttan er heldur ekki vinstri. Kosningabaráttan er þessi umhverfisflokkur og kvenfrelsisflokkur. Já, og ég bara, þú veist, ég einhvern veginn, ég veit ekki, ég held þetta bara, þau eru bara ekki trust agent, þú veist, vegna þess að þau voru í ríkisstjórn þetta langan tíma og sko, þau bara einhvern veginn horfðu, þau voru bara, ég held að fólk í þessum 3 stjórnarflokkum haldi að óvinsaldir ríkisstjórnarinnar sé vegna þess að þau hafi farið oflant til hægri eða oflant til vinstri eða ekki nógu mikið í miðju, en ég held að þessar óvinsaldir og þessar sko bara þetta Íslandsmeti óvinsaldum sé vegna þess að fólk sem að þarf að stríta svolítið í lífinu, það getur bara ekki, það hefur bara ekki þolinmæði á að horfa upp á fólk í svona mikilli ábyrgðarstöðu, bara að koma fram við þetta eins og þetta sé bara, þú veist, eitthvað skólafélag, sko. Og ég held að, og þess vegna held ég, sko, að Framsókn svona standi sig aðeins betur heldur en VG. Það bara hafa þennan grunn að hafa ekki tekið þátt í sprengingunni, en svo er, þú veist, Sjálfstæðisflokkurinn, það er náttúrulega, hún er ótrúlega tryggðinn þar, sko, þannig að þetta eru stór tíðindi hvaðan, dalar hratt, en ég held mig við það ég held að vandi Sjálfstæðismann sé bara að það sé ógeðslega leiðilegt upp í Valhöll, sko. En ég spáði því eins og Atli Þór er kannski farin að hallast að VG komist ekki inn og ég held að það sé bara meðal annars af því að þeir eru meðsekir í búvöruhneykslinu núna og einir sekir í hvalveiðihneykslinu, hvað sem ennum finnst hvali, þá er þetta náttúrulega svakalegt brota á öllum málsmeðferðarreglum að loka fyrir svona atvinnuveg daginn áður en að þetta fara að veiða, held ég. Fyrir utan það að það náttúrulega ekki ákveða svona með reglum, það ákveða svona með lögum. Já, maður hefði nú haldið að þetta talaði beint einmitt inn í hópin hjá VG, hjá Svandísi. Hennar framganga í þessu máli, sko. Hvað haldið að séu stór hluti landsmanna sem að lætur hvalveiðar stjórna atkvæði sínu í þingkosningum? Færri en sem að láta málefnilega og góða stjórnsýslu skipta máli. Ég myndi, og líka, hver er líkurnar á því að þú kýst VG núna að þessi flokkur muni stoppa hvalveiðar? Já, ég veit líka bara ekki hversu skynsalegt það var hjá þeim að taka ekki sæti í þessari ríkisstjórn. Ég veit að þau vísi í að sé eitthvað traust sem er ekki til staða lengur, en ég veit ekki, þetta er búið að vera láta sig hafa þetta. Já, búin að láta sig líka hafa þetta í 7 ár, einhvern veginn, svo er það nokkra vikur og maður sér þau missa mál niður sem að einmitt hvalveiðarnar sem að þau voru búin að standa alveg, bara standa mjög sterk í samankomandi finnst hvað var gert. Missa það niður á lokametrunum, sko. Þannig að ég veit ekki hvort þetta verið skynsalegt. Þetta var eina sem að þau gerðu sem ég var mjög ánægð með. Það er hvalveiðimál. Og mér finnst alveg að við bara hefum mátt standa betur með Svandísi í því, sko. Vegna þess að þetta er akkurat það sem að kjósendur Vinstri grænna vilja að þau sé að gera, sem er að beita sér fyrir náttúruna. Það er ekkert sem afsakar hvalveiðar. Það er alveg svart-hvítt, sko. Það verður ekki þá bara að leggja fram frumvarp sem bannar hvalveiðar? Jú, ég meina bara algjörlega. Það hefði ekki farið í þingið, sko. Það var ekki vel að þessu staðið, en ég er ekki, þú veist, þeirra kjósandi, þannig að ég er ekkert að, en ég líka bara svona, þú veist, út af því að, þú veist, það er búið að vera rosalega áhugavert, finnst mér, í þessari kosningabaráttu að fylgjast með, sko, þessu svona, það eru þessi 3 flokkar sem eru einhvern veginn að berjast fyrir lífi sínu og það er náttúrulega bara rosalega mikið undir hjá þeim. Og þessar aðferðir sem þau beita og það segir líka mikið þeirra, þú veist, eins og ég segi, ég er ekki kjósandi þeirra en þú veist, ég er samt sammála mjög mörgu hjá Vinstri grænum og þau hafa verið að valda mér mestum vonbrigðum. Þú
þú veist, ég er svo ósammála Sjálfstæðisflokknum og Framsókn að það tala lítið við mig tilfinningalega. Það er ekki að svíkja umboð sitt á sama mæli. Ég veit alveg hvað þeir gera, þess vegna kýs ég það aldrei. En Vinstri grænir aftur á móti, þeir eru einhvern veginn búin að vera svona, já, þetta er miklu sárara. Og og þeir einhvern veginn eru svona að reyna að sannfæra okkur að þeir séu samt þeir, þó þeir séu búin að vera einhvern veginn eins og einhverju aðrir allan annan tíma. Og svo finnst mér hitt einhvern veginn eiginlega út af því að þú vildir tala hneyksli, að þá finnst mér rosalega búið að vera mjög klikkað að fylgjast með valdamesta manni landsins til margra ára, Bjarna Ben, sem sagt vera að dylgja hælisleitendur til þess að reyna að kveiki upp einhvern ótta hjá fólki til þess að fiska atkvæði. Þetta er svo grimm örvænting, þið vitið, þetta er svo ofboðslega siðlaust að gera þetta. Blöndun menningarheimana eða? Já, til dæmis og ég var bara að horfa á júní 23. Já, hann er búin að vera að þessu núna í svolítinn tíma. Og svo áramótin þegar hann blöskraði mót með hjálpar hróp palestínumanna fjölskyldusamningar á Austurvelli. Og bara í forystusætinu á RÚV núna og það er enginn sem einhvern veginn segir neitt, þetta er bara látið viðgangast og það er þessi þessi forréttinda pési sem situr þarna. Að hann skulle leyfa sér að tala svona fólk sem búið að sprengja ofanaf, drepa börnin þeirra og reka þau á flótta. Að hann sko dylgi, mér finnst það svo ljótt. Og mér finnst rosa skrítið að það sé ekki verið að segja eitthvað út á það. Aftur á móti fór alveg endalaust púður í að tala um einhverjar eldgamlar bloggfærslur sem skipta engu máli. Já, en við erum einhvern veginn að horfa á... En af hverju segir þær skipta engu máli? Það var nú frétt kvöldsins hjá RÚV að ofbeldi gegn konum hefur aukist á heimsvísu og það er rakið til eitraðs andrúmslofts og eitraðra kallmennsku og slíks. Já, en það eru menn sem eru... En það eru menn sem eru með mjög mikið, mælast með mjög mikið fylgi sem að vilja taka ákvörðunarrétt kvenna yfir líkama sínum einhvern veginn í einhverjar óvæntar áttir og eru nýbúnir að sitja og segja ógeðslega hluti um konur. Já, en bara sem við vorum að hlusta, það er mjög stutt síðan. En mér finnst þetta skipta máli, þessar bloggfærslur. Já, en það er ekki að taka yfir alla umræður, út af því að það er alveg margt annað sem að blasir svolítið við, en við erum kannski vön að horfa á einhverja ákveðna fulltrúa, gera ákveðna hluti og við bara einhvern veginn kippum okkur ekki lengur upp við það, en síðan þegar við gerum væntingar til fólks að það sé einhvern veginn, hafa einhver gildi og eitthvað svona sem við viljum kjósa, að þá fer allt einhvern veginn púðrið þangað og þetta er svolítið rugl, finnst mér. Já, það er þannig, þess vegna þú líka Brutus. Já. Hann nefndi ekki annan. Þetta hefur náttúrulega samt með gildi kjósenda hvers flokks að gera. Það er þannig að síðferðisgildi miðflokksmanna er bara önnur en samfylkingarinnar. Svo nota menn auðvitað tækifæri, skrímsladeildir og í þessu tilviki þá er keyrt á þetta. Það var nú kvöldið áður eða sama dag og hann tilkynnir Þórður hann ætla ekki að taka sætið að þá var nú einhver skoðanakönnun sem sýndi 8% fall hjá konum sem ætla að kjósa samfylkinguna. Þannig ég er ekki að segja þetta er ósanngirni í þessu en skýringin er nú kannski svo að bara gildi kjósenda þessa flokka eru önnur. Ég held til dæmis að Bjarni Ben myndi ekki lifa það sem formar að segja bara já, ok, þú veist, nú verðum við bara að fjárfesta í innviðum og ríki býr til verðmæti. Það tekur ekki bara. Þú veist, hann myndi ekki lifa það við sínum flokki en þú veist, en það er lítið máli ef að Kristján Frostadóttir myndi segja það. Þannig að þetta er svolítið hluta því. Já, þetta er náttúrulega bara eins og Trump. Þú veist að hann er einhvern veginn symptom, hann er ekki kjarnin eða vandamálið. En svo náttúrulega líka kannski sérstaklega meðan Bjarni Benediktsson er að Sjálfstæðisflokkurinn, hann hefur aldrei spilað eftir sömu leikreglum og allir aðrir. Vald Sjálfstæðisflokksins byggir á því að þeir geti fengið aðra flokka til þess að millifæra atkvæðandi sín til þeirra og að þeir spili eftir öðru siðferði en við hin. En eru þeir ekki að lenda í einhverjum vandræðum með þetta? Þeir eru í vandræðum núna af því að það er ekki lengur raunin. Þeir eru bara ekki með þessa óbúslegu yfirbörði að það megi ekki anda í áttina þeim. Það er svona sama og gerast með íhaldsflokkinn í Bretlandi. En
það samt svona sá núans á þessu að það getur bara verið mjög stórt svona félagslegt skref fyrir mjög marga að stíga, að bara átta sig á því að Sjálfstæðisflokkurinn bara ógeðslega hallarslegur flokkur og það bara greinilegur, alveg rosalegur atgerðisflótti þarna og engin stemming og að formaður flokksins talar eins og rússnesku botti sem dreifaði mitt áróðri það að hér séu hælislendur að rífa af innfættum út alla Evrópu. Og ef ég má aðeins koma inn á þetta sem segir bara því að þú gafst mér svo ótrúlega gott hérna að þá bara í áhættu mati fyrir Ísland og ekki 2008 talað þá áhættu sem mun hljótast af því ef ekki sé sinnt inngildingu bæði þeirra sem komingað og inngildingu Íslendinga með nýju fólki. Það getur ítt undir róttækni, það getur ítt undir átök í samfélaginu og grafið undir lýðræðiskerfinu. Þetta svo ótrúlega augljóst. En sem sagt Sigmund Davíð, hann algjörlega settur út af sakramentinu af sumum, þú veist, fyrir það að vera lumó, en það bara miklu erfiðara fyrir sama fólk að segja bara, heyrðu, forsætisráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins, hann bara ekki snjallar en það, að hann bara farin að éta upp eitthvað, þú veist, af rússnesku bottum það að hælislendur séu bara óalandi óferjandi og þessi geta að lifa með sundi og þeir séu með ofbeldi og gamlar konur þóru ekki að fara í búðir og eitthvað, bara allt, þú veist, eins og ljósritað úr allri Evrópu af rússneskum áróðri vegna þess að þetta hluti af stríði dag, þetta hluti til að destabilisa lýðræðiskerfið. Þetta getum við sagt Sigmund Davíð. Já. En við erum ekki alveg komin á þann stað núna að geta alls sagt Bjarni Benediktsson. En það kannski mun gerast. Já, hann fyrir penni í það, en hann samt að gera þetta sama. Samt hann hann nýtur mjög lítill ströss með þjóðarinnar. Hann nýtur mikil ströss meðal stjórnmálastéttarinnar og fjölmiðla og blaðrandi stétta sem að blaðrandi stéttir ættu að íhuga að það sem þeir telja að vera kóngin lítur almenningur á sem bara það engin stjórnmálamaður sem hefur notið jafn lítill ströss af þjóðinni sem í svona stöðu heldur en Bjarni Benediktsson. Nákvæmlega. Og svo alltaf láta eins og þetta sé svo mikið teflon maður eins og hann sé bara sjálfur að bera á sig teflon húðina. Þetta einmitt bara eina blaðrandi stéttir alltaf að bera á hann teflon ef bara hann nú greinilega að hugsa marga leiki fram í tíma en hann Bjarni, þú veist, maður bara horfir á þetta og hugsa það bara augljóslega ekkert plan. Það var nú sagt þarna, þetta var áberandi yfirlýsing sem var með á tröppum Bessastaða þegar að Guðrún Hafsteinsdóttir tók við að Jóni Gunnarsinni. Það sem var svona fyrsta skipti sem var mjög afgerandi í þessu. Og þá var talið að þetta ætti að vera eitthvað svona pólitískur leikur til þess að girða fyrir flaum eða svona leka að fylgi frá Sjálfstæðisflokknum yfir til Miðflokksins. En síðan hefur það bara gerst að þetta jók strauminn og ég heyrði aðeins af honum að því að þið voru að kynna kosningastefnuna sína, ég heyrði svona aðeins af honum og þá heyrði maður að svona allt annað tón, nú hann að tala Evrópusambandið. Þannig að nú hann að reyna að búa til einhverja svona leið til þess að verjast flótta frá flokknum yfir til Viðreisnar. Þannig að það séu átakalínurnar hvort að við séum að fara í Evrópusambandið eða ekki. En þá er spurning að hverju að tala svona mikið Bjarna Ben og Sjálfstæðisflokkin? Því að það náttúrulega tíðindi eftirhrunsáranna náttúrulega hrun Sjálfstæðisflokksins sem miðja íslenska stjórnmála. Ef að þetta verða kosningarnar í líkingu þá erum við að horfa á sögulega niðurstöðu. Já, þess vegna ættum við kannski að tala aðra leikendur heldur en Bjarna Ben. Já, Miðflokkinn til dæmis. Þorgerður Katrín sagði í einhverju podcasti að Sjálfstæðisflokkurinn var ekki stjórntækur sem að mér fyndið. Því þetta svona hugtak sem Sjálfstæðisflokkurinn bjó til og það er byrjað að nota það gegn honum. Þetta náttúrulega ekki stjórntækuflokkur, það algjörlega augljóst og hefur ekki verið það mjög lengi en aftur það hefur kannski tekið svona fólk sem hefur meira vægi í umræðinni heldur en almenning aðeins lengri tíma svona félagslega geta sagt að það er bara erfitt í fermingavíslunum að segja bara, mér finnst bara ekkert var í Bjarna og mér finnst augljóst að það er engin klókindi hjá honum að tala eins og rússnesku botti, þetta er bara upplýsinganeyslan hans er bara ekki betra en þetta og það er farið að hafa áhrif á stefnu ríkisins. Það er miklu auðveldar að gera það Sigmund Davíð. En ef þetta er staðan, ég meina Sjálfstæðisflokkurinn sótti alltaf stöðu sína einmitt í þetta að þú gast farið í alla fermingavíslur og sagst bara vera sjálfstæðismaður og ef þú sagðist vera allaballi þá varstu bara hélstu á brauðtertunni einhvern veginn og það var eitthvað að skammaði fyrir það og náður ekki að borða hana en ef þú sagðist vera sjálfstæðismaður þá bara flugst í gegnum öll partí. Þannig ef að Sjálfstæðisflokkurinn missi þetta
Það alltaf svona næstuð í núllpunktur, þú veist, það er ekki pólitík að vera sjálfstæðismaður, að þá þarf flokkurinn náttúrulega bara að búa sér til einhverja hugmyndir sem er bara eins og aðri stjórnmálaflokkar þurfa á að halda, sko. Ég meina, þetta hefur gerst í borginni undanfarið 30 ár, þá hefur hann ekki verið aðalatriðið, það er bara og ekki hefur hann plumma sig vel í því umhverfi. Það er mjög erfitt með að eins og þar sést, sko, að það er eiginlega, hann hangir ekki saman, sko, flokkurinn. Er það ekki leikandur þar að einhverju leyti? En það er náttúrulega vegna stöðuna, þá dregur hann ekki, ég meina, borgarstjórnarflokkur Sjálfstæðisflokksins, hann bara dregur ekkert til sín the best and the brightest, sko, ég meina vegna stöðunar. Þetta er bara algjört sjálfsmorð að fara þarna. Já, hvað Viðreisn hefur verið á flugi, það svona síðustu vika benti til þess að það voru ekki að auka fylgi sitt, en það voru svona, en að vera með 20% fylgi fyrir Viðreisn náttúrulega ævintýralegt. Það er bara svakaleg tíðindi, en eins og þú varst að tala um áðan, nú er Bjarni að tala um Evrópusambandið, maður sér að það hefur verið núna, það er búið að vera hjóla í Samfylkinguna alveg talsvert með vanandi skattahækkanir og allt þetta búið að vera að keyra það og nú er einhvern veginn verið að keyra svolítið í Viðreisn, sko, þannig maður á eftir að sjá þetta eitthvað aðeins svona, ég held að vélanar eru svolítið einmitt. Nú snúa sér allir að Viðreisn. Já, nú er Viðreisn skotmarki aldrei, þannig maður á aðeins örugglega eftir að sjá einhver áhrif þess. Það verið að tryggja upp einhverju hræðslu fólks við Evrópusambandið, sko. Þannig að ég veit ekki, ég er bara mjög forvitin að sjá næstu kannanir, bæði bara einmitt hvernig maður sér áhrif bara Þórðarsnæsmálsins með Samfylkinguna og og allir þessu umræða sem hefur verið svolítið Samfylkinguna núna, ég meina hárgreiðslumenn og iðnaðarmenn að þeir sé verið að fara að hækka skatta á þau eftir einhver ummæli hjá Víðir Einarssyni og núna þessi áráður sem hefur verið gegn Viðreisn, þannig að já, ég forvitin að sjá. Var ekki Víðir eitthvað að miðskila þessa tillögu? Við vorum með svona fyrir 3 árum með þetta aftur og þau kallum þetta ekki að loka EHF-kattinu. Heldur þetta þannig að það er eignarhaldsfélög sem með enga starfsemi og eiga kannski hlut í einhverju sjávarútvegsfyrirtæki svo það er selt. Þá getur þú tekið söluhagnaðinn og sett upp í eignarhaldsfélagið og geymt hann. Þú þarft ekki að borga skatt. Getur bara verið að mjalla því út eða. Þannig að þetta er í alvörinu bara svipað vandamál og var með aflandsfélögin. Og er ekki leyft í síður löndum eins og sagt er og við erum með þetta af því að það er svo erfitt að eiga pening á Íslandi og það er svo erfitt að vera í rekstri þannig að fólk verður alltaf að fá að aðeins að vera á svig í kringum skattana. Ég held að til að Samfylkingin væri bara í þessum takti að okkur dætti ekki huga að fara eitthvað að loka það að þú væri með rekstur í kringum hárgreiðslustóliðin. Nei, ég meina Kristrún hefur náttúrulega sagt eftir þessu ummæli hjá Víðir Einarssyni að það væri þak á þessu ef þú væri með einhverju tekjur upp á 1,5 milljón í þessu formi að þá þyrftir ekki hafnin ágjur, sko. En eftir situr þessu umræða, sko. Já, þetta er eins og þessi illa grundu hugmyndir, sko, því að það svo getur við með fyrirtæki og við erum öll í vinnu, við erum 5 að vinna þar og svo getur við með fyrirtæki þess að breytna að vinna. Og ég sé ekki alveg eðlismunin á þessu, sko, akkur má sá sem er með hárgreiðslustól sem að vinnur hjá sjálfum sér. Það nú draumur okkar sósíalista, fólk fá bara að vinna hjá sjálfum sér. Þannig að við myndum ekki gera athugasemd við það. En þetta held ég að skattsvikin eru ekki píplæningamæðurinn. Skattsvikin eru hinnir ógnaríku sem að stela mest út af skatti. En var hann ekki með eitthvað bara kannski að þetta var eitthvað miskilning og hann alltaf gengið þarna þess hart á hann og svona þú veist, ég meina það eru einhverjir píparar kannski með þessar launatekjur en þeir eru fáir og mögulega með þetta inn í EHF frekar en að vera með þetta sem sagt á eigin kennitölu. Ég mitt hugsaði það sama, sko. Þetta hlýtur að vera byggt á okkur miskilningu og bara við ekki alveg átt að sjá. Við erum með plan, kannski er það ekki ígrundað. Planið er kannski ekki jafnvel ígrundað og En þegar ég held að sé ákveðin hætta á að það sígi fylgi á Samfylkingunni af því að einhver leiti með þetta klúður með Dag og svo aftur klúður með Þór Snæ og sömuleyti má velta fyrir sér viðbröðum, það tók heila viku að láta þetta ganga yfir
og ég meina samfélkingin ætti að vera þroskaður félagskapur sem bara átta sig á því hvað í gangi og bara kemur með niðurstöðuna strax, þannig það eitthvað svona klúður í gangi og þegar að missi, þegar allt í einu kemur svona ótrúverðileiki í kringu það að ég sé auglýsinguna þar sem að Kristóf Frostadóttir með sleggju að berja niður einhverja steina sem eiga að vera vextinir við ætlum að kýla niður vextina þetta getur vel verið að þetta virki sko ef þú ert með bara rosalega meðbyr með þér en ef þú ert ekki með meðbyr með þér þá byrja svona hlutir allir að virka bara svolítið skrýtnir sko hvað þetta? Þetta ég meina, Sigmundur Davíð að geta gert þetta ég sá hann í einhverju TikTok-vídeó þar sem hann var í Superman-búning eða svona ofurhetubúning það er satt Já, þetta er náttúrulega bara efni sem að þessi flokkar eru að mata inn á samfélagsmiðla og eru kannski ekki að höfða til okkar eiga ekki að höfða til okkar hérna þetta kemur til mín, þannig að sleggjan kemur til mín Hvað segir þau? Sleggja kemur til mín einmitt, en hérna Já, ég veit ekki hvort það er að tala inn í okkar kjósandahóp endilega þessi grín myndbönd sem maður skilur ekki alveg Nei. Má segja eitt þetta ég sko ég held að gæti orðið ég sammála, gæti orðið sko samfélkingunum svolítið til trafala, þau eru búin að byggja upp og gerðu það mjög skynsamlega að þau töluðu kannski minna pólitíkum tíma og meira hvernig þau var orðið nýflokkur og meiri fagmennska og svona og svo hefur kannski kosningabaráttan að einhverju leyti verið klaufalegri en þau vildu út af, ég meina það er þetta dagsmál og svo Þóru Snær. Ég held reyndar að Þóru Snær hafi gefið flokknum eða forystun svolítið mikið með því að fara af lista af því hann er auðvitað að segja sko, þú veist, flokksforystan hún þarf ekki að sætta sig, hún mun ekki sætta sig við neitt annað en bara menn standi sig vel, hann er að setja svona skýr mörk hvað er leyfilegt og taka ábyrgð, þannig að það getur alveg gripið það. En hann sagði eftir þessi könnun sem þú ert að vísa til, en þetta var bara, þau voru bara að horfast í augu við raunveruleikann. Já, ég meina það er oft tækifærismennska ég meina Framsókn er búin að bjóða hinum flokkunum að taka ekki lengur þátt í því að berja á útlendingum, það er tækifærismennska, en ég meina mér samt að vinstri bara taka þeim sigri og fínt að fá þann liðsauka, tækifærismennska er mjög góð oft í pólitík, allavega svona út frá kosningabaráttu, en ég held að geti orðið samfélkingunni aðeins til trafala eftir að hafa byggt upp þessa ímynd, fagmennsku, verið nýrflokkur og svona, og formaðurinn okkar er svona alveg sannlega svo mikil ísdrottning að hún getur tekið upp sleggju og barinu vexti. Það er svona smá klaufagangur þarna. Ég held að gæti farið verð í fólk en kannski að myndi gera hjá öðrum flokkum. Ég held til dæmis að Viðreisn sem er á okkur svona flugi núna og hefur svona meira lagt áherslu hvað þessu skemmtileg og minnum svolítið á kosningabaráttu Bjartrar framtíðar sem var svolítið að fyrir fólki sem er ekki reiða fólkið var eftir hrun allir voru pirraður og reiðir en kemur flokkur fyrir ekki reiða fólkið og kannski má þessuna, það gæti verið sko að Viðreisn mætti mistiða sig meira að þau hafa ekki kannski alveg jafn mikið kert á þetta, þú veist við erum við getum snúið við skutunni. Hún getur snúið. Já, hún getur, já. Það er nefnilega eitt við samfélkingun, hún er bara með eitt plan, sko. Og það er Kristóf Frostadóttir sem á að gera þetta allt saman. Og ef það virkar ekki, þá held ég að hafa ekkert plan B, sko. Dag B. Dag B. En svo má líka kannski ekki gleyma því að Kristrún er, þú veist og ég meint ekki illa, sko, ég meina hún er ekki mjög reynslumikil. Þetta er í raun og veru kannski hennar fyrsta kosningabaráttu sem hún stýrir. Ég veit að þess hópurinn á bakvið hana og þau höfðu áhrif síðast, sko, en þetta er fyrst skipti sem hún tekur flokkinn í hennar kosningabaráttu. Hún er eins og bara á aldur við Sigmund Davíð þegar hann var forsætisráðherra. Já, ég bara segja, þú veist að það tekur tíma, alveg svo voru að segja á það með fólki sem kemur út af embættum, það tekur tíma í þennan lestur sem það þarf að vera. Það væri betra að hafa eitthvað sem hefur sko 10 ára reynslu þarna og þú veist, það er ekkert að Kristjánu Frostadóttur. Nei, ég meina hún stendur sem mjög vel. Ég man eftir í kosningunum þegar fókusin var svolítið á hana, kom allt inn í ljós að hún var bara einhver gersemi samfélkingin og færði svolítið fókusin yfir á hana og loga svolítið tilbaka. Að þá kom þetta upp með kaupréttar samningana í Kviku-banka. Og þá bara hvarf hún. Því að þetta er að verða fyrir skrýmsladildinni, það er meira en að segja það, sko. Mér finnst þetta samt, þú veist, mér finnst þetta í raun hafa þau bara leist þetta mjög vel. Þú veist, þetta tók smá tíma með blokkfærslunar og þetta tók upp allt og mikið. Það fór alveg hálfur silfurþáttur í að ræða þetta og það var ekkert talað þessar upptökur af Seinans Jónskunnars. Þannig að þú veist, það líka svona fjölmiðlar hafa eins verið með í að
þú veist, þeir stýra þessu líka en þú veist, mér fannst það bara mjög gott hjá honum að stíga til hliðar og algjörlega bara einhvern veginn vel leyst þannig það er ekkert víst að þetta hafi einhver teljandi áhrif á þeirra fylgi sko. Við sjáum það morgun en þú veist já, þetta sveiflast rosalega mikið og fólk vill miðjuna núna, sé ég það er allir svona, og það er búin að vera með náttúrulega svo mikla pólaðna sem hafa einhvern veginn já, verið svolítið á Svo setjum við aldrei upplifa það einhvern veginn að vafkið einhvern rosalugur póll Nei, en sko það bara skottast með Já, en síðan þú veist, út af því að þetta er búið að vera svo mikil íhaldsstjórn með Vinstri grænum líka að þá er líka bara búið að vera svo þú veist, já, það er búið að vera mikið að mótmæla Fólk vill ekki rifrildi og fólk eru að þrætta því en við erum líka bara á það eru óbúslega miklu stríðstímar í heiminum það er bara við erum ekki ein í heiminum heldur og það sem er að koma fyrir einhvers staðar út í heimi það hefur líka psykológisk áhrif á íslenska kjósendur sama hvort þeir eru meðvitaðir það ekki þú getur einhvern veginn afneitað ástandin í heiminum alveg en við vitum allt einhvern veginn í sálinni þú veist að við finnum fyrir því En það er ekki eins og Viðreisn eða Samfylkingis einhver afgerandi afstöðu í utanríkismálum Nei, einmitt ekki og þess vegna held ég að fólk sé bara ef þú bara vilt ekki vita neitt að neinu að þá getur þú bara verið að horfa á hana með þessa sleggju og bara, eða, þú veist en það er samt Viðreisn er náttúrulega með það utanríkismála að tengist Evrópu meira það held ég að hreyfi nú við sumum eftir sigur Trumps og hvað segja endurtekin skemmdarverk í Eystrasalti sem kom fram í dag ég hugsa að margir Við eigum að tengjast Evrópusambandinu og Evrópusambandið að búa til sinn her og taka yfir varnar Já, ég held að það sé bara auðveldra að tengjast Evrópusambandinu bæði á sviði öryggismála og efnahagsmála. Ég hugsa samt að margir sem hefðu kannski verið opnir fyrir Evrópusambandinu út af einhverjum svona, jú, það verður kannski eitthvað aðeins eftirlit með fólki og eitthvað sem hefði verið kannski ágætt. Eru kannski neikvæðir gagnvart í núna einmitt út af því hvernig Evrópa er svo opaslega militant í svona alþjóðapólitík. Öryggismálastjóri framkvæmdastjórnarinnar er fyrirverandi forsætisráðherra manningjóðis í Lettland. Já. Hún er bara herskáasta sem hægt er að finna í Evrópu. Og líka bara og þessi alþjóða sko, þú veist, allt þetta sem er verið svona aln uppi að það sé svo traustveikjandi, allt sem er vestrænt og hér sé einhvern veginn allt svo öruggt og traust og það er svona svolítið bara partur af því að alast upp hérna og svo erum við svolítið að sjá náttúrulega bara alþjóðasamfélagið alveg bregðast Palestínu til dæmis. Og þá hefur það áhrif á, þú veist, ég náttúrulega þannig bara verið að fremja þjóðarmorð á fólki sem hefur sér ekkert til saka unni þannig, þetta eru börn og konur 70% sem eru drepin og það er ekkert gert til þess að stöðva það. Þannig að þú veist, allar þessar stofnanir og þetta sem hefur átt að vekja svona öryggiskennd með okkur hér í vestri, það bara grefur undan því líka. Það hefur áhrif að þá er auðveldara líka að tala inn í svona ótta tilfinningu fólks. Bara Rauði krossinn getur ekki gert neitt, þeir eru bara drepnir eða farin á svæðið. Þannig að það verður allt svona máttlaust og þá kemur þessi populism inn. Þá er svo auðvelt að búa til ótta við bara eitthvað sem er framandi. Það er náttúrulega ekki bara eitthvað, það er náttúrulega stríð í Austur-Evrópu og mér finnst ekki að kalla það herskátt að evrópskir leiðtogar vilji bregðast við því eða að evrópskir leiðtogar vilji stemma stigu við til dæmis bara gyðingahatri sem er farið að spretta upp í Evrópu. Það er það sem ég hef áhyggjur af. Gyðingahatri? Já. Ég meina, það voru fréttir fyrir nokkrum dögum af gyðingaofsóknum í Amsterdam. Nei, það voru sem sagt það voru svo voru svona bullur, fótboltabullur frá Ísrael. Nei, þeir voru að rífa niður Palestínufána. Já, það er ljótt að rífa niður fána en það var ráðist á gyðinga og gyðingar eru varir sig núna í Evrópu vegna þess sem er að gerast. Það er rosalega margir gyðingar sem eru að mótmæla því sem er að gerast í Palestínu, óbúslega margir og það er mjög erfitt fyrir þá að þeirra saga sé notuð gegn þeim líka. Mér finnst bara ekki að kalla þetta að vera herskár þegar menn bregðast við ógnum og það eru ógnir þarna líka. Það er ekki mikil ógn núna af fólkinu sem er þarna í tjöldum en á Palestínu sko. Nei, ekki þar. Nei.
En það sem ég var að vitna í Gígar herská eru hugmyndir að það verði engin friður í Evrópu fyrir við erum búin að brjóta Rússland niður í einhverja frumeiningar. Það var enginn sem réðst á Rússland, sko. Nei, en það er fólk sem bregst við ástandin í Evrópu með þessu og sem er líklega það Evrópa í að fara bara í langvarandi stríð við Rússland til þess að brjóta það niður. Þetta kallaði að vera herskátt. Já, ég hef ekki heyrt neina tillögum að ráðast á Rússland, sko. Mennur varir sig að Rússland ráðist á fleiri. Já, en það eru innan Evrópusambandsins og innan Evrópu, og sérstaklega Eystrasaltslöndunum og Póllandi, eru að til þess að geta staðið með Úkraínu þá verður við að hleypa Úkraínu strax inn í NATO og að NATO fari í stríð við Rússland og þar fyrir göttunum. Þetta er kallaði bara herskátt, sko. Þannig að það er svona meiri varkárning á hvert í öðru þjóðum eins og Þýskalandi og Frakklandi og Ítalíu og meiri segja í Bandaríkjunum. Þótt að Bandaríkja forseti hefur verið að leyfa takmörkun, notkun og skjóta skotmörkun í Kursk-héraði til þess að venda þessa hersveit sem að fór þannig inn. Að þá er það ekkert í líkingu við það sem að öryggismála fulltrúi Evrópu er að kalla eftir, sko. Nei, það er nú kannski samt ákveðin saga þarna í Eystrasaltslöndunum, sko. Já, en þeirra afstæðu fullt skiljanleg, sko. En það er kannski ekki afstæð sem að Evrópa getur tekið yfir. Nei. En utanríkismál hafa ekki verið á dagskrá, ekki einu sinni Evrópusambandi hefur ekki verið á dagskrá kosningabaráttunnar. En er það ekki líka því að það ég meina það þarf enginn að raunverulega eitthvað að efast hvar flokkarnir standa svona í grófum dráttum í utanríkismálum. Ég meina Viðreisn pró-Evrópusambandið, pró-NATO. Þú veist, mikill stuðningu við Úkraínu. Samfylkingin svona nokkurn veginn á sama stað. Viðreisn leggur meiri áherslu á það í kosningabaráttunni sinni, Sjálfstæðisflokkurinn NATO-flokkur móti Evrópusambandinu. Ég meina vopnasendingar til Úkraínu komu til tals í forsetakosningum. Og það voru spurðir og komið ljós að voru 2 frambjóðendur sem voru hlynntir inn. Það verið kannanir að 70% af þjóðinni er ansnúin þessar ákvörðum stjórnvalda. En við svolítið skrítið að það kom ekki til tals í kosningabaráttunni. Já, en þar kannski varstu með frambjóðendur sem fólk var bara þurfti meira að kynnast, sko. Þú veist, það er svolítið á hreinu hvað flokkarnir standa í þessu máli. Það geti verið ástæðan. Talandi að kynnast, að því að ég svona verið að hlusta og ég hitti svona frambjóðendurflokkana og það er Sjálfstæðisflokkurinn, VG, Framsókn og jáfnvel fleiri flokkar eins og Píratar og segja sko að kjósa, við höfum ekki komið okkar málstað nógu mikið á framfæri og eins og kjósendur þurfa að kynnast betur og mér finnst alltaf svolítið fyndið því að ég held að kjósendur viti allt Sjálfstæðisflokkinn, viti allt VG, Framsókn og Pírata. Ég held að kjósendur viti þetta allt saman. Þannig ég er að velta fyrir hvaðan kemur þessu hugmyndum að ég er að fá mjög lítið fylgi en það er vegna þess að bara fólk hefur ekki fréttað í hvað ég er góður. Þetta er bara afsökun sem er alltaf, þetta heyrir þetta í öllum kosningabaráttum, sko. Ég var nú líka hjá frjálsum demokratum úti, sko, og þar heyrði maður þetta líka að vandi væri bara, sko, einhvern veginn að við varum ekki nógu duglega að koma á framfæri hvað við varum frábær. Sko, kosningahefðin er líka félagsleg, sko. Ég meina, ég er búin að vera að skoða aðeins mitt atkvæði svona á reiki á kornuna og ég er búin að skoða aðeins og ég meina, það eru flokkar sem að sko málefnilega koma alveg til greina en það er svona einhvern veginn stærra skref fyrir mig, þú veist, bara svona identity að fara þangað. Þannig að þetta er bara, þú veist, ég meina, menn þurfa bara að segja sér eitthvað til þess að geta vaknað á morgnana og alltaf áfram og ég meina almenningur á Íslandi er frekar vel upplýstur flokkana. Það er sko, Ísland býr við mikla kosningaþátttöku. Það er mjög mikið af fólki sem er í flokkunum hérna. Þeir eru aðeins öðruvísi uppbyggðir vegna þess að þeir rukkivild ekki sko flokksgjöld eða skyldugjöld. Það er prókjör mjög víða. Þannig að þetta er bara eitthvað svona lygi sem menn segja við sjálfan sig, sko. Þú veist. Og sósíalistar munu kannski, ef þau komast inn núna, munu kannski gera það í næstu kosningum ef það gengur ekki vel þá. Ég meina, eitthvað þarf það að gera til þess að fá fólki til að mæta og vakna á morgnana, sko. Og þetta er mjög góð lína því að þá þarftu bara að vinna meira og tala meira og koma meiri skilabóm á framfæri og getur kennt fjölmiðlum eða akademíunni. Já. Ég nefni þetta því að einhver leiti er þetta svo stutt kosningabaráttu og einhver leiti held ég þetta sé bara mat á því, sko, hver er líklegur til þess að gera eitthvað ef þetta er kosningabaráttu breytingar. Þá held ég að kjósendur bara leggja mat á það, sko. Ég
mun framsókn eða VG breyta ykkur eða mun Flokkur fólksins breyta ykkur eða Sigmundur keyrir á þessu, hann ætlar að breyta miklu þannig að ég held að það snúist meira það og ég held að það sé kannski sem að Sjálfstæðisflokkurinn og stjórnarflokkurinn svolítið að tapa þeir að koma náttúrulega út úr. Ég er bara glöð hvað eru margir flokkar og mikið flota á öllu og þetta er eitthvað svo lifandi lýðræði. Þú veist, maður er nýbúin að horfa á þessar amerísku kosningar sem var bara með þetta eða þetta og svolítið svipað bara í raun. Ekki þessi svipað en ekki nógu góðu kostir fyrir marga. Nei, og bara 2 kostir. Þú veist, það er bara ekki nóg, sko. 2 hægri flokkar, það er, þú veist. Þið hafið verið með pallborðið. Heimir er komið með svona talað einn í einu. Samtalið, já. Við erum bara, sko, frá því að var þessar ríkisstjórn var slitið, erum við búin að vera í bara svakalegri framleiðslu. Ég held að við séum að með ykkur af bara 4, 5, 6 þætti, einhvers konar kosningu umfjöldinni hverju viku, 2 kosningapallborð, samtalið að vangjum fram sem eru svolítið skemmtilega þættir. Sem er þarna með sterku vangina. Já, og svo náttúrulega í næstu viku erum við með 4 beinar útsendingar í rauninni, við erum með kappleika sem er svona að vera kannski höfða til unga fólksins og kappræður, kosningavöku, formannaspjall eftir kosningar. Þannig að þetta er mikið keyrsla og en við erum einmitt búin að vera að reyna bara að halda svona einhverju jafnvægi í svona einmitt að varðandi fulltrúa flokkana og hversu mikið við erum að bjóða þeim í pallborðinu og í þessa þættir, sko. Og er ekki bara með fulltrúa flokkana, þið voru með einhverja podcastara? Já, ég talaði við podcastara í gær í pallborðinu og mér fannst það skemmtilegt allavega og vorum með frambjóðendur í dag og svo var síðasta pallborð á mánudag sem við ætlum að gera þetta upp með stjórnmálafræðingum en mér finnst það búin að vera fáralega skemmtileg kosningabarða, búið að vera mikið í gangi, þetta er mest búið að vera hratt og ég veit ekki, þegar við tölum að þurfa að kynnast flokkanum, það er náttúrulega margir frambjóðendur sem að fólk er kannski að kynnast og ég held að sé allavega ykkur liti fólk sem að kýs fólk svolítið ákveði sig, bara ég treysti þessum, að því að flokkanir eru margir, þetta er margt svipað í rauninni, maður skoðar áherslunar, það er kannski ekki regin munur á einhverjum flokkum, sko. Þetta eru margir flokkar, en og þá kannski fer maður að pikka út bara, já, mér líst vel á þennan og þennan. Þannig að, já, og ég held að það getur svolítið kannski bara einmitt svona framganga einstakra frambjóðenda, getur alveg skipt mjög miklu máli, sko, frekar nefnitt hversu vel þau ná að koma sínum áherslum á framfæri. Minnst þið verið að leita einhverju leiðum til þess að fjalla þetta, minnst RÚV mætti svona endurskoðaðan sína, þeir bara keyra á gömlu módeli sem er forystusætið, sem eru þessar stóru kappræður 2 og svo eru þeir með kjördamaþættina og svo eru þeir með silfri sem er eina svona frjálsa og þá er oft sko viðtal við eitthvað erlenda gest sem að tekur og maður sagði bara, ég veit ekki tíma þessu í kosningum að taka eina frjálsa spjallið sko sem er í sjónvarpssal og minnka það svona og það er bara einu sinni í viku. Akkur ætti þetta ekki bara að vera alltaf eftir 11 fréttir eða 10 fréttir eða hvernig það er? Það var alltaf dyggð á rúfstundum að vera irrelevant, sko, en þið eru reynda búin að standa ykkur mjög vel, bæði líka með vaktina, sko, ég nota vaktina rosa mikið að því hún er bara konstantli í gangi og einmitt horfið á pallborðið í dag sem var sem var mjög gott og mikið talað húsnæðismál til dæmis þar, kom vel út þannig að þau eru að standa sig mjög vel en ég tek undir að með RÚV ekki alveg vera að ná og þetta er ekki svona eitthvað típist bara að RÚV fari töðan á mér þeir gera stundum, heldur bara að þeir svo ná ekki alveg flugin núna, sko. Mér finnst ekki gaman að sparka í samkemsaðala en ég einmitt furðaði mig á þessu líka mánudaginn, ég var að horfa á Silfrið þá og var einmitt bara skemmtileg fyrirpartum með samtali við fólk og svo var þetta ekki viðtal við Sophie Trudeau Nei, kom hún Mary Robinson fyrirverandi. Já, Mary Robinson, já, hún var í ykkur öðru innslagi já, mér fannst þetta undarlegt Mér finnst það þú veist að segja að svo ánægð með marga flokka ég held að RÚV sé ekki þeir eru með form sem að myndi henta vel að það veri svona 5 flokkar og þeir ætla ekki að breyta því sko. Það séu bara 8 og 10 flokkar Ég var svo stressuð að horfa að verða að reyka svo mikið eftir öllum mjög stressandi þeir eru þarna öll sko Já, standandi mikil raun Þar
kemur kannski líka í ljós í raun og veru hvað flokkarnir eru oft orðnir veikir eða innviði flokkarna eru veikir að sko það náttúrulega, þú ert með nýja frambjóðendur og almennt það þannig að þú þarft svona 6 mánuði til þess að verða household name með alveg mjög svona skipulögum aðferðum. En mér hefur fundist svona soldið á, beraði því ég líka verið að horfa á svona þemafundi sem hafa verið upp í háskóla og eitthvað, að svona, þú sérð að hvaða flokkar hafa ekki burði til að undibúa frambjóðuna sína. Og kannski það sem að líka... Þetta er náttúrulega ótrúlega mikið, sko. Við í sósíaldurinn sleppt sumu, það var kokkalandsliði vildi fá okkur til þess að elda fyrir sig og við bara slepptu því. Það svo erum við svo heppin að sko, viðskiptaráð, samtöku iðnaðarins, SA og fleira bjóða okkur ekki. Sko. En ég að segja, sko, þetta er náttúrulega dæmi svona ákveðna innviði sem eru í flokkum að flokkar eiga að geta alið upp og ég ekki að gagnrýna sósíalista sem bara nýtt frambóð, það er líka eins og hvernig er lýðræðisflokkurinn, ég meina þar þú augljósa með, en svo eru líka finnst mér bara svona þessi establisheru flokkar að sko ættu að geta ráði við að tala hvað sem er. Já, þeir ættu að geta ráði við að undibúa fólki sitt, því það er hluti að því að skipuleggja kosningabaráttu að sko senda ekki fólk óundibúið af því að ákveði í huga eða hvað? Já, ég svo sem get hugsað aðeins Pírata en ég líka bara sá til dæmis með framsókn á panelum ekki framsókn fyrir heldur miðflokkin á panelum skapandi greinar og svona bara og þetta er ekki í raun og veru gagnrýna eitt flokk, ég bara segja hluti að því að reka stjórnmálaflokk er að þú átt að geta tekið inn frambjóðanda og þú veist og skólaðan einhvern veginn og auðvitað er þetta kosningar sem gerast með skömmu fyrirvara en ég held við séum líka að vera svolítið var við það að það hefur hjá bæði stjórnarflokkunum og svo auðvitað kannski áberandi hjá Pírötum líka að því að þeir eru í vanda að það er einhverju svona innviðir sem að hafa horfið innan flokksins. Já, það er erfiðar að heyja kosningabaráttu sem er ekki vindur í seglana. Það er bara, maður finnur það alveg. Já. Og þú sér þetta rosalega sterkt hjá Sjálfstæðisflokknum og ég bara endur tekka sér sagður, ég held að það tekur bara hérna blaðrandi stétt aðeins lengri tíma að sjá þetta því að þau eru búin að alast upp við að líta upp til þess að gauðra en það er eitthvað rosalegt upp í Valhöll, það eru allir innviðir hérna að bara að hrörna og þess vegna sér maður til dæmis bara rosalega litla endurnýjun þarna því að þau bara, flokkurinn hefur bara ekki getuna til að þjálfa nýtt fólk, þau verða bara að hafa sömu frambjóðendur. Ég verð líka að vara við þetta það sem að sjálfstæðismenn eru líka að þetta er fólk sem er vanara betri viðtökum. Maður finnur það alveg á þeim að þú veist, þeir eru búin að koma með eitt innslag og svo næsta innslag og þau eru ekki að hreyfa salin sko. Þannig að þau eru bara ómúin því sko. Sem að getur verið erfitt. Herðu, en sko, hvað er kosið? Fyrirfram hefur flestir sagt að það voru kosið húsnæðismál. Ég held að flokkarnir hafa bara ekkert lagt fram einhverja stefnu í húsnæðismálum. Bara fæstir eru bara tilbúinir í það. Þannig ég veit ekki hvort það verði sko rætt húsnæðismál. Þið voru að ræða húsnæðismál í dag í pattvarðið. En mér finnst það ekki hafa verið áberandi. Mér finnst persónulega finnst mér vera mikið talað það en maður heyrir svo sem mikið talað þetta en maður heyrir kannski ekki eitthvað beina lausnir eða hvernig fólk ætlar að rætta þessu sko. En það er náttúrulega kannski flókið svar. Já, það er helst hjá sósíalistum að ég meina Sanna var með mjög skýra tillögu í sjónvarpinu í nokkrum dögum. Við töldum að væri bara ef það ætlar að vera með í kosningabaráttu að vera að koma með plan í húsnæðismálum. Það væri bara annars er það bara vísað út. Það er svolítið þannig heilbrigðismál og húsnæðismál. Og kannski sigrar í þessum kosningum, ég meina almennt með heilbrigðismál, ég held þú sigrir ekki mjög gjarnan á planinu á heilbrigðismálum að þetta er bara númer 1 hjá öllum alltaf. En þetta er bara, þetta er bara aðgangsmiðin, bara þú ert ekki með þetta á reynu þá bara, eða svona, einhverju, og svo húsnæðismálin núna. Sigmundur Davíð með lausn á húsnæðismálum að loka landamærunum. Já. Fyrir túristum. Já, sko hann er ekki með að setja takmarkanir á Airbnb. Já, hann ætlar að banna öllum túristum að koma til Íslands. Já, það þarf ekki að vera með takmarkanir á Airbnb. Nei, ok.
Býtum við það? Nei, bara eitthvað aðtökundi getur komið að stað. Sko, það veit ekki hvað það þýðir, sko. Það veit ekki hvað opin landamæri þýða eða loku landamæri. Sko, ég held reyndar að það verði kosið húsnæðismálin, en máli að það gleymist kannski að hérna, hvað ætli það sé? 30% að fólki sem í miklum húsnæðisvanda, og það náttúrulega búið að verða eiga sér stað hérna talsvert breytinga á samfélagsuppbyggingunni út komin með í raun og veru fátækasta fólk landsins að miklu leyti bara ekki með kosningarétt, þannig að þú veist, mikið af þessum flokkum bara, þú veist, gæti bara á alla staði meira á sama. En kannski færist þetta færst aðeins meira inn í innviði almennt og ekki bara steypu heldur, þú veist, staðan á menntakerfinu, húsnæðismálum og hérna og háskólanum og annars líkt. Bresta inn í þetta okkar. Já, þannig að þetta svona einhver svona kosningabaráttu sko launatekkan annars vegar og sko ríkisfjármálin hins vegar, og mér finnst það alveg augljóst að ef að fólk svona eitthvað óvisst, þá áttu bara að spyrja þig, skilur, telur þú að þið opinbera geti skapa verðmæti eða telur þú að steli alltaf frá einkaframtakinu? Og ef þú veist, ert öðru hvoru megin þarna, þú veist, getur þið opinbera skapað ykkur verðmæti eða það bara alltaf einkaframtaki sem að dreifa vagnin og svo lendum við náttúrulega starfna millin. Ég meina, þetta svarar því mjög augljóslega sko hvaða grúppu af flokkum út að kjósa. Ég meina, miðflokks einingin og miðflokks svona klasinn, hann telur bara að ríkið sé alltaf að stela af einkaaðilum. Þú veist, hann þá bara mjög ólíklegu til þess að sko ráða fleiri hjúkrunarfræðinga og þú veist. Ég lenda á samkvæmsleik sem að var eiginlega nefndur áðan, að því að við reiknum með að flokkur fólksins og þar fyrir ofan komist inn á þing, en það þetta þríliða spurning, munu eftirtaldir flokkar ná inn á þing og hverjir ekki, það VG, Píratar og Sósíalistar. Kristín, hvaða flokkar munu ná inn á þing af þessum? VG, Píratar og Sósíalistar. Sósíalistar. Þú mátt segja fleiri neitt. Sósíalistar og Píratar. Allir Þór? Ég held að Sósíalistar og Píratar getur náð inn núna. Sunna? Ég allast að Píratum. Það inn, heinir úti. Gísli? Ég held að Sósíalistar ná örugglega inn, kannski Píratar, en ekki VG. Þetta eru lokin og ég þakka kærlega fyrir Kristín, Alli Þór, Sunna og Gísli. En við ætlum að halda áfram að tala um kosningarnar og Marja Lilja ætlar að fara út á götu og tala við fólk frétt dagsins og voru vaxtalækkun Seðlabankans og þar á eftir kemur Oddný Eir og ætlar að ræða húsnæðismál sem að mati þessa fólks eitt af kosningamálum. Sjáum til. Það komin tími á sterkari samstöðu. Hinn eina sanna breyting sósíalismi.